Jæja, gott fólk, þá það dagur 4 og ég ætla að segja ykkur frá Turmeric safanum frá Glow. En hann inniheldur ananas, appelsínur, límónur, engifer, turmeric, vatn og pipar. En það er best víst að hafa pipar með turmeric. Allavega, hann rífur í, en líkt og með grænasafan, þá venst hann. Og sérstaklega þegar maður veit hvað hann gerir, en turmeric er undrafæða. En hún er sem sagt turmeric er bólgueyðandi, það er bakteríueyðandi, sveppaeyðandi og gott fyrir brennsluna og best gegn vírusum. Ég er að lesa það hérna, sko. Og svo meira hérna, veitu. Gott fyrir meltinguna, blóðið og húðina. Sorry, heyrðist það? Ég veit ekki hvort það heyrðist. Ef það heyrðist, afsakið. Barnið gerir ekkert annað en að guppa. Og þetta er sótthreinsandi líka og lækkar kólesterólið og fullt fleira bara. Turmeric safi, undraefni. Ég var að setja inn link á Facebook síðuna, hérna fyrir neðan, örugglega. Þar sem þið geti bara smellt á og pantað svona djúspakka frá Glow. En já, það er sem sagt dagur 4 að kveldi komin, eins og ég segi alltaf. Og ég fór í sund í dag og þar var vikt og ég ætlaði nú ekkert mikið að vera eitthvað að vikta mig oft því að það svona fer pínu illa með sálina. En ég er búin að missa 3 kíló á 4 dögum. Það er nú bara ágætt. Ég var ansi svona eitthvað, hvað segir maður, bloated, hvað er það á íslensku? Andri, bloated, hvað er það á íslensku? Uppþemdur? Nei, ég veit ekki. Eitthvað, ég var bloated og svona, já, bara ætli það sé ekki svona byrjaði að fara kannski svolítið hratt, svona bjúgur og, hæ Andri. Hæ. Flottu sloppur. Takk. Hvað segirðu á degi 4? Hvað segirðu fólkinu á degi 4? Ég segi fínt. Já. Ég sagði fólki í vinnu frá þessu í dag og að fólk hafi svona mismikla trú á þessu. Eða trú á okkur, eða trú á mér. Við skiljum það alveg. Það er allt í lagi. Þetta er ógeðslega erfitt, sko. Þetta er ekkert lítið verkefni sem við fáum því, sko. Fólk er að tala um að þið finnir grilllyktina hjá nágrönnum. Já. Hvað svona, sko. Það er ekkert mjög létt að hlusta auglýsingar mat, að sjá öll skiltin, að finna lyktamat. Ég fann eitthvað lyktamat í gæri eða dag, ég man ekki hvort það var, en ég man bara eftir að ég var að keyra, sko, og ég allt í einu kom bara þvílík lykt inn í bílinn og ég bara la. Þannig Ég fann lykt af steiktum fisk í vinnunni í dag. Já, og þú ert nú yfirleitt ekki hrifin af steiktum fisk. Nei, en ég hefði borðað hann á gólfinu, sko. En Andri, hvernig svona leið þér í dag? Já, mér semst ekki jafn mikill svimi. Sama hér. Og ekki jafn mikill hausverkur. Sama hér. Ennþá svolítið svona hungur tilfinning. Já, smá, en ekki jafn mikil. Nei, maður er gubba mig. Nei, maður er meira svona, hvað er, sáttur eftir djúsin, eða svona, jeez. Já, maður er svolítið svona, jæja, ok, þetta er nóg. En mér leið bara frekar vel í dag, sko. Bara, þú veist, að losna við mestan sviman og hausverkinn og svoleiðis og hungrið var bara æðislegt, en svo var seinni parturinn
ömulegur. Ég var bara svona frá því að falla, sko. Ég var bara með stanslausar hugsanir hvort ég ætti að, þú veist, kannski falla og ekki segja frá því eða hvort ég ætti að falla smá og bara segja frá því og svo byrja aftur og lalalala, bara þvílíkt að berjast við hausinn á mér. Þannig að kvöldið er búin að vera mjög erfitt, en það sem ég gerði svolítið svona til að hjálpa mér og okkur, Andri, kvöldið var líka svolítið erfitt hjá þér. Já, kvöldið var svolítið erfitt, já. Það sem við gerðum svolítið til þess að hjálpa okkur það að við erum að skoða safapressur, af því við þurfum að kaupa okkur, við erum með safapressu hérna en okkur vantar aðeins öflugri því við erum svolítið svona pró núna. Við vorum sérst að skoða bara alls konar vídeo sérst frá fólki segja frá safapressum og sumt af þessu fólki var svona professional heilsufólk það til, allavega. Og við vorum alveg bara, eftir að hafa hort á það og það hjálpaði svolítið. Þannig að það gott, við vitum núna að það gott ráð að ef við erum alveg að klepra að þá að horfa á eitthvað sem að veitir okkur innblástur. Okkurlega. En já, höfum við eitthvað meira að segja? Ég held að það sé fínt bara fyrir dag 4. Já. Sjáumst á morgun. Jú, ég ætla að segja þetta viðbót. Við ætlum sérst núna fyrstu vikuna að setja inn vídeo á hverjum degi, en svo í vikunum á eftir mun að vera aðeins sjaldnar, kannski 2 í viku, 3 í viku, kannski sumarvikur, 1 sinni í viku, fyrir eftir hvað við erum að gera. Við fáum til dæmis gesti frá útlöndum sem að verða í svolítið tíma hjá okkur og þá höfum kannski ekki eins mikið tíma. You get the point. Ok, sjáumst á morgun. Bye.